Ég náttúrulega byggingarverkfræðingur og hef aldrei tekist að vera listamaður og þess vegna ákvað ég að fara bara að byrja á því að breyta útlitinu og fór að safna skeggi og fór að verða listamannslegur í útliti. Og ég var ekki byrjað að setja neitt upp, þá voru starfsfæri að kalla mig listamann, bara út á útlitinu, sko. Og, en þú ert að vinna með ljós? Já, ég er bara að leika með með ljós. Og þessi verk sem þú settur upp hérna á ljósanótt, hvaða verk eru þetta? Þetta hérna þetta er Örninn er lentur og sjáðu hérna, hann er að lenda hérna á Stöðlabergi og hann er lentur á Stöðlaberginu. Þetta er flugsaga Íslands í þessu fugli, bara nánast eins og núna verið að sýna í einhverju stöða hérna. Og textinn er sá sami, ég hef búið langt síðan ég skrifaði textan þetta, að það var sagan örninn fyrir norðan sem Magnar Kúet Hansen keypti í félagi við, mann og ekki alveg hvern, og það var 1937 og það var það flugfélag Akureyrar sem var svo flugfélag Íslands sem rennur svo með loftleiðum inn í flugleiði og þetta er hluti af Icelandair bara. Og síðan blanda ég saman sko að því Örninn lentur, það er líka einn frægasta setning í heimssögunni, Eagle has landed. Það er þegar Neil Armstrong lendur á tunglinu. Hann sagði reyndar eina setningu undan eitthvað. The system is okay, Eagle has landed. Og hérna, hann svolítið fyndið sko, þetta er ekki fyrsta setningi sem sagður á tunglinu. Það var fyrsta setningi var eitthvað, kerfið er í lagi. En hérna, og þá svona blandaði þessu saman, þetta er örn þarna og hann er lentur og svo náttúrulega Örninn á Akureyri, vélið sem þau keyptu það hét Örn, já, og hún var sjóflugvél, lent á pollinum og hún alltaf svo þegar menn sagði, já, Örninn er lentur, þetta er bara saga flugsins og svo blandaði ég þeim saman, sko, þá bý ég til eins og skrokkinn, hann er svona eins og skrokkur í flugvél, eins og gömlu kossum og svo tek ég vængina og þetta var tvíþekja þarna, heitir það ekki, jú, og þá ég þess vegna líka með þetta sko, þetta er bara svona blanda saman sko, þetta er alltaf tvíþekja og síðan er sko, hérna þá er þarna sko flækjan og allt þetta. Þetta er sem sagt á taflan turbulensin í vindinum, bara hreyfingin í loftinu. Og svo hérna, ef maður horfir á hann, að þá er sko, hryggjasúlan, hún er hér. Hún er alveg bein, af því að hryggurinn alltaf veit. Og hryggurinn stjórnar þessu og hann tengist við, heilinn tengist við. Heilinn er náttúrulega líka allur í rugli. Og svona er þetta bara. En það eru fleiri verk? Já. Þetta er það fyrsta sem hún settur upp? Já, þessi fór fyrst upp. Ég þurfti að koma honum upp á. Meðan menn voru þá að vinna hérna, þegar þetta var ekki fyrir einn mann að gera þetta, sko. Og þarna efri hlutin er sko, það er alltaf að geyma alla spennan og allt dótið. Og ég fekk að smíða þetta hérna í dráttarbrautinni og var þar dag og nótt að smíða þetta með stráknum mínum. Og það tókst ekki að, sko, það var flókið að fara að setja inn í hana, þannig ég setti bara kassan upp á. Ég að vinna tíma. Og síðan er þessi fugl, hann er sko, hann er tilkominn þannig að ég var með heima hjá mér, ég var að gera svona martini-glös, þú getur séð inn á eftir, og ég let hérna fyrirtæki leysiskera fyrir mig og þá hérna, svo þegar ég tók upp sem sagt, ég var búinn að 6-8 stykki, svo tók upp einn svona stautin, hann var metris hár, þá var hann skemmdur í endanum, þannig að ég gat ekki notað hann í martini-glasi og svo bara var ég með þetta í höndu, þetta var ónýtt og svo bara horfði ég eitthvað út í glugga og þá bara sá ég eitthvað fugl og beglaði bara í fugl, bara í gamla emmið sem að allir litlu krakkarnir, fyrsta dýri sem allir Íslendingar tekna, og svo bætti ég öðru emmi, undir eða ofan, ég man ekki hvort, ofan á, það er lengra, og því ég klippti hann sko, þannig að efri hlutin aðeins lengri, og þá
og klippti, já, svo bara púslaði þessa saman. Og ég á sem sagt einn sem metisplötum, svo stækkaði hann upp í 2 metra heima. Og það voru 2 metra fuglinn, hann var bara úr gataplötu frá máltækni, bara verksmiðju framleita. En svo þegar ég bjóti þennan, þá stækkaði hann upp í 3 og ég lét leysiskera allt, ég teiknaði þennan gjörsamlega. Ákvað alla geometríun og hólunum á göttunum og allt, sko. Þannig að, já, svona þetta. Og hann hefur nafn? Já, hann náttúrulega, já, Márinn, já. Og ég, svo samt ég ljóð líka hérna. Márinn mjúktan svífur milli heima 2, sko. Þessi heimur og þetta náttúrulega 2 heimar, sko. Og, hvernig var svo líka meira, ég maður ekki, ég kláraði eftir. Og þriðja það ekki luftgítar en svona eitthvað í tilvísun í eitthvað slíkan? Þetta light luftgítar. Kíkjum á hann. Og já, og hann hérna, svo var ég að láta leysiskera allt þetta dót hérna hjá Geislatekni og þá átti ég svolítið afgang af plötu og það var alltaf einhver að hringja mig og var að taka þessa plötu. Ég mikið að geyma hér eitthvað dót fyrir Pétur og Pál. Og hérna, já, ég ætla alltaf að taka hana. Svo bara sagði ég hafði ekkert að gera þessa plötu heima hjá mér. Þannig að ég letu bara teiknaði ég upp þetta hérna sem sko, þessar 2 plötur hérna, þetta botninn í martini-glasinu. Og svo hitt bara hérna annar svona, heitir, hérna, eitthvað, háhýsi, þetta hérna stóri. Og þetta varahlutir í það sem ég var búinn að gera áður. Þannig ég let bara gera varahluti, svo fór ég að ná í þetta. Þá var þessu pakkað þannig, en þessi 2 voru saman á endanum og hitt stóð svona. Ég bara, það er gítar! Og bara bæng, bóði þetta til, bjóð til gítarinn á 0,1 sekundu. Og þú varst svona með ákveðna hugmyndur hvernig væri hægt að nota hann? Já, svo náttúrulega það þannig að þetta eins og svipað á luftgítarinn, en nú þetta spila með hljóðið og það verður músík undir og þú velur bara músíkina og svo verður með svona takkaborð og getur stjórna hverju streng fyrir sig og ef þú skýtur sko ljósinu og getur haldið í og skotið í hér upp og niður, út og suður og svo getur þau breytt hérna litastýringunni, það takki þannig að þú ert með 4, það eru 4 takkar eða sem sagt hnappar til að lemja og svo 4 litastýringar og þú ert bara aðeins og sért á luftgítar, en þetta bara light gítar og þá ætti að reyna að ná ljósinu í taktinn við það sem við músíkina.